Já, Sigurjón, þú ert hérna margfaldur verðlaunahafi í dag. Já. Þú ert þriðasæti í flokki utanvegarhlaupara og svo ertu skipuleggjandi að 2 hlaupum sem lenti í fyrsta og öðru sæti. Akrafjall Ultra í fyrsta sæti og Hólmsheiðarhlaupi Ultarhólm og fram í öðru sæti. Þannig að þú hlaðin verðlaunum hér frá þessari verðlaunahandingu. Ertu ekki sáttu bara? Jú, heldur betur. Maður þykist bæði kunna að hlaupa eins og skipuleggja hlaup. Já, það er eitthvað þarna. Hverju þakkar þér svona helst þessu góða árangur? Þú ert með 2 efstu hlaupin núna, utanvegarhlaupin. Hvað myndir þú segja? Klárlega bara reynslan og þekkingin að hafa tekið þátt í svona mörgum hlaupum, að hafa ferðast svona mikið erlendis og bara fá skilning og þekking á því hvað fólk vill sjá á drykkjastöðum og í hlaupunum og fleiri þundúrunni. Já, nú tók ég eftir því þeir eru með mjög mörg atkvæði. Þannig að það er ekki eins og þið hafi verið það er ekki eins og fá atkvæði sé á bakvið þessar háa einkunni, það eru mörg og það er ekki auðvelt að komast upp svona háa einkunn með svona mörg atkvæði. Nei, við náttúrulega bæði erum með 2 hóptímastöðvar, þannig að við erum með mikið af fólki í kringum okkur sem að er að fylgjast með okkur og svoleiðis. Við erum náttúrulega mjög duglega líka á samfélagsmiðlum og svoleiðis að auglýsa og láta vita, þannig að kannski við náum til margra þar líka þannig að það hefur klárlega alltaf líka áhrif Segðu mér, er eitthvað í pípunum með þessi hlaup á þessu ári, einhver breyting eða einhver þróun á hlaupunum? Það er kannski bara stækkun á báðum að fá þá fleiri inn, bæði í Akrafjallinu, þá stefnum við að fara úr 300 manns, það var uppselt í fyrra og reyna að fara jafnvel upp í 600 og við erum að skoða svona að fara alveg upp í 1200 manns í Hólmsheiðarhlaupinu. Og svo náttúrulega erum við nýtt hlaup. Sem veit ég hvort þú vilt tala núna, hvernig það er? Jú, ég sá það líka. Já, það er náttúrulega Rauðavatn Ultra sem er svona ný tegund af hlaupum hér á landi. Að bæði erum við raun að endurvekja Íslandsmeistaramóti í 100 km hlaupi sem var haldið held ég 2008, þú kannski leiðréttir mig ef það er vitlaust farið, síðast og svo erum við með 12 tíma og 24 tíma hlaup sem hefur aldrei verið hér áður. Þannig að það er nóg að gera í skipulagningu á hlaupunum. Já, heldur betur. Við verðumst hafa svolítið gaman að þessu. Það er bara svoleiðis. Heyrðu, frábært. Til hamingju aftur og takk fyrir. Takk hérlega.